Góðan daginn og velkomin og fundur settur í atvinnuveganefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomin á fundinn Svandísi Svavarsdóttur, matvælaráðherra, Kára Gautason, aðstoðarmaður ráðherra, Ásu Þóróldi Þórðardóttur, skrifstofustjóra og Áslaugu Eir Hólmgeirsdóttir, skrifstofustjóra. Tilefni þessa fundar útkomin eftirlitsskýrsla Matvælastofnunar velferð hvala við veiðar á langreyðum á Íslandi árið 2022. Gert ráð fyrir að fundurinn standi í klukkustund eða til 19:20. 9:20 fyrirgefiði. Formaður biður nefndarmenn og gesti hafi í huga reglur opna fundi, nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst munu gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningu til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín á milli. Nefndarmenn og gestir jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Og að þessu sögðu þá ætla ég að gefa matvælaráðherra orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir formaður og ánægilegt að fá að vera hérna með ykkur á fundi atvinnuveganefndar þessi mál sem hafa verið auðvitað töluvert í umræðinni í samfélaginu og gott að fá hér tækifæri til þess að ræða stöðuna við nefndina. Ég ætla að fá kannski nokkra mínútur bara til þess að reifa svona ramman og það mögulega þá flýtir líka fyrir skoðanaskiptum við nefndarmenn þegar að fundinu vindur fram. Á síðasta ári setti ég reglugerð eftirlit með velferð dýra við veiðar á hvölum og markmið þeirra reglugerðar var að stuðla að því að við fengjum nægilegar upplýsingar í gegnum reglubundið eftirlit í því skyni að stuðla að velferð dýra við veiðar á hvölum þannig að veiðarnar valdi dýrunum sem minnstum sársauka og aflífunin taki sem skemmstan tíma. Vegna þessara reglugerðar höfum við núna þessa skýrslu sem hér til umræðu og þar með betri gögn þessi mál og getum byggt umræðuna á staðreyndum. MAST gerir svo á grundvelli skýrslunar grundvelli þessar skýrslu það mat að stofnunin kemst að þeirri niðurstöðu að veiðarnar samræmist ekki markmiðum laga dýravelferð. Vegna þess að Matvælastofnun telur aflífun hluta þessara hvala taka óásættanlega langan tíma með við markmið lagana, svo því sé alveg haldið til haga. Og þessi skýrsla og þessi myndbönd auðvitað sláandi þar sem kemur fram að dauðastríðið þeirra sem ekki drepast strax sé 11,5 mínúta miðgildi og allt upp í 2 klukkustundir og meiri hluti dýrana sem veitt eru kvendýr og þar á meðal mjólkandi kýr ásamt 11 kálfullum kúm. Nefndin hefur væntanlega séð eða fengið tækifæri til að kynna sér þessi myndbönd sem hafa birst í fjölmiðlum. MAST vísaði síðan í kjölfarið í samræmi við lög velferð dýra því til fagráðs dýravelferð það hvort að yfir höfuð sé hægt að stunda þessar veiðar á stórhvelum þannig að markmið lagana séu uppfyllt. Þar sem að í raun og veru aðferðirna sem beitt eru þær sem best eru þekktar og aðrar ekki vitað Þannig að þá spyrjum við þessara spurningar, eða það sé að stofnunin gerir það. En til upprifjunar þá eru þessi markmið sem að veiðarnar eru á skjön við, þau að dýr séu laus við þjáningu í ljósi þess að þau séu skynigæddar verur. Staða málsins þá sem sagt svo að það óvissa það hvort það sé yfir höfuð hægt að stunda þessar veiðar í samræmi við þau gildi sem samfélagið hefur sett í lögum velferð dýra. Það álitaefnið og samkvæmt lögunum það fagráðið sem Matvælastofnun til ráðgjafar í einstökum álitaefnum.
og þessi óvissa þetta mjög sérstök þar sem að ekki sama óvissa neinar aðrar veiðar á Íslandi og þetta staðan í dag. Matvælastofnun fer með framkvæmd lagana og ráðherra síðan með yfirstjórn málaflokksins. Bara þannig að við höldum svona þessum þessum stjórnsýslulegu hlutverkum til haga í þessum inngangi. Ég held að ég láti þetta duga formaður bara almenna reifun á stöðunni. Herðu, takk kærlega fyrir þetta. Við erum hérna komin með mælendaskrá og ég ætla að biðja fundarbeðanda Gísla að bara gjöra svo vel að byrja. Takk fyrir það formaður og takk hæstvirtur ráðherra fyrir að mæta hér. Nú hefur eins og hæstvirtur ráðherra nefndi komið fram í skýrslumast að þessar veiðar standast engan veginn lögum dýravelferð, jafnvel lögum hvalveiðar og jafnvel kemur líka fram að þau standist ekki það sem stendur í sjálfu leyfisbréfinu. Mér langar því að spyrja eftirfarandi spurninga. Fyrsta spurningin hvaða lagalegu rök standa í vegi fyrir því að leyfið sé afturkallað? Í öðru lagi, eru viðurlög við því að standa rangt að hvalveiðum? Og hvað þarf þá til þess að þeim viðurlögum sé beitt? Þriðja lagi, hefur ráðuneyti framkvæmt mat á því hversu háar skaðabætur þyrfti mögulega að greiða ef leyfi til hvalveiði dregið tilbaka fyrir komandi veiðitímabil og hafa þær skaðabætur verið bornar saman við til dæmis mögulegt tap á ferðamannatekjum. Og í fjórða og síðasta lagi, hvenær lét ráðherra kanna möguleika á því að stöðva veiðarnar og ef ráðherra skorti verkfæri til þess að stöðva þær, af hverju leitaði ráðherra ekki til þingsins? Já, takk fyrir þetta. Kannski fyrsta lagi lagalegu rökin og bara til þess enn og aftur að við séum alveg á sama stað öll. Sko, leyfið sem núna í gildir út yfirstandandi ár. Eftir það þarf að taka nýja ákvörðun. Þannig að það í raun og veru, leyfið opið núna og í gildi. Og eins og nefndarmenn vita að þá afturköllun leyfis íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sem að þarf að hafa skýra lagastoð. Ráðherrann getur ekki gert neitt annað heldur en það sem að þingið hefur ákveðið með lögum. Sú lagastoð ekki fyrir hendi hér. Þessi ákvörðun þyrfti að eiga sér lagastoð þar með sem að væri annarkvort á grundvelli þeirra efnislaga sem umræðir sem eru hvalveiðilögin eða þá sérstakra ákvæða eða almennra ákvæða kannski frekar í stjórnsýslulögum. Það eru engin ákvæði í hvalveiðilögunum sjálfum stjórnsýsluviðurlög, þar að segja sviptingu leyfis til veiða og samkvæmt stjórnsýslulögum heimild til að afturkalla eldri ákvarðanir en til að heimild sé að beita því ákvæði þá verður að vera fyrir hendi annað af skilyrðunum, annarkvort að ákvörðun sé ógildanleg, þar að segja hún sé haldin einhverjum tilteknum annmarka að lögum eða að ákvörðunum afturköllum sé ekki til tjóns fyrir aðila. Þetta bara hvorugt skilyrði telst uppfyllt í þessu tiltekna tilviki. Í hvalveiðilögunum hins vegar kveðið á önnur viðurlög vegna brota á ákvæðum laganna, svo sem sektir eða fangelsi ef sakir eru miklað eða ef ítrekuð brot að ræða, en ekki sviptingu. Það ekki að finna í þeim lögum en það þú gömul. Ráðuneytið hefur á grundvelli sinna yfirstjórnunar heimilda og eftirlitsheimilda, þá höfum við heimildir til þess að hlutast það að undirstofnanir sinni sínum hlutverkum, að halda þeim við efnið, ef við svo má orðið komast, í samræmi við gildandi lög og reglur á hverjum tíma. Og það stjórnvald sem fer þá með málaflokkin hefur það hlutverk að sjá það að kæra til lögreglu möguleg brot á lögum velferð dýra. Það í raun og veru þá á borði viðkomandi eftirlitsstofnunar. Matvælastofnun annast þessar stjórnsýslu og ber að taka afstöðu til þess hvort að brotið hafi verið gegn ákvæðum lagana.
Varðandi síðan spurninguna það hvort að það séu viðurlög við því að standa rangt á hvalveiðum, þá ég búin að fara yfir það hvað varðar lögin sjálf, en eins og ég sagði áðan í mínum inngangi að þá eru þetta bestu aðferði sem þekktar eru, þannig að orðalagið að standa rangt á hvalveiðum, þá spurningin svo hvort að það sé einhver önnur leið til að standa að hvalveiðum eða hvort að umræðan sé það að standa að hvalveiðum yfir höfuð. Og þess vegna samkvæmt lögunum hefur MAST þessa leið, þar að segja beina málinu til fagráðs velferð dýra og fagráðið síðan leggur mat á það hvort að þetta sé yfir höfuð mögulegt. Og það mikilvægt að þessir ferlar fái að ganga til enda án þess eða áður en að ráðuneytið grípur inn í með nokkrum móti. Þingmaðurinn spyr líka það hvort að framkvæmt hafi verið mat á bótum og svarið það nei, við höfum ekki látið fara fram slíkt mat, en við erum hins vegar að láta fara fram þrenns konar, hvað ég að segja, gagnaöflun einmitt núna til þess að standa á traustari grunni varðandi ákvörðun næstu skref. Eitt af því þessi gagnasöfnun á grundvelli reglugerðarinnar. Eitt af því sérstök beiðni úttektarskýrslu varðandi bæði loftslagsáhrif og áhrif á vistkerfi og í þriðja lagi sérstakt mat á efnahagsleg áhrif. Þannig að þessi gögn eru öll að koma og þau munu berast mér. Hvenær lét ráðherra kanna möguleika á því að stöðva veiðarnar ef ráðherra skorti verkfæri, af hverju leitaði ráðherra ekki til þingsins? Mitt mat það að ég sé að gera það sem að á mínu borði, þar að segja afla nægilega ítarlegra efnislegra gagna til þess að byggja mín ákvörðun á. Síðan þarf að kanna það á einhverjum tímapunkti hvort það sé tilefni til þess að endurmeta eða endurskoða löggjöf og ég þá kannski sérstaklega að hugsa lög hvalveiðar sem eru sannarlega mjög gömul, eru ekki nútímalega á nokkurn hátt og kann að vera að til þess komi. En þetta verður allt saman að skoða í þessu samhengi og ekki síst í því samhengi sem við erum akkurat stödd núna á þessum fundi. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég að gefa Hönnu orðið, gjörðu svo vel. Takk formaður, sæl ráðherra. Sæl. Og fylgda leið. Ég sem sagt raunverulega að reyna að átta mig á því af hverju yfirlýstur og sannreyndur náttúruverndarsinni og dýraverndarsinni sem núna í ráðherrastól hefur einfaldlega ekki stiðið í fæti og stoppað þetta. Vegna þess að ég held að það sé mat, við skulum segja margra, að það komið fullt tilefni til í ljósi þeirra gagna sem að safnað hefur verið og það ljóst bara, svo ég segi það, þetta dekur stjórnvalda við eitt fyrirtæki, einn mann, bara ekki sjálfbært á nokkurn hátt, ekki fjárhagslega, ekki samfélagslega og ekki umhverfislega. Svo ég nefni nú þessar 3 stoðir sem standur undir sjálfbærni hugtakinu. Það hefur komið hérna fram í fyrir spurningum að það hefur ekki farið fram mat á tjóni fyrir viðkomandi aðila verði leyfið afturkallað. Það auðvitað grunnu skaðabótamála að það setja sína fram á tjón og við höfum auðvitað fengið upplýsingur og rekstri sem sína fram á því gagnstæða að með upplýsingar þá ferst nú frekar efnahagslegt tjón í veðunum sjálfum en ekki því að vera gert að hætta þeim. Þannig að ég ítreka bara þetta að það þurfi að vera með í mati á stöðinni og framhaldinu hver möguleg bótakrafa hvals verður og hvað liggur þar að baki. En mig langar að spyrja, vegna þess að ráðherra hefur heimild í reglugerð til að takmarka veiðarnar, tíman, fjöldan og svo framvegis. Þannig ef að ráðherra telur sig ekki geta afturkalla leyfi til hvalveiða, eitthvað því til fyrirstöðu að takmarka þær allverulega á grundvelli reglugerðarinnar hvalveiðar. Eða það svo að leyfi hafi verið þannig úr garði gert að núverandi ráðherra geti lítið athafna sig. Og síðan það hin spurningin mín að það sífellt líklegra og hefur gerst að einstakar ríki höfðu mál fyrir alþjóðadómstólum gegn öðru ríkjum fyrir að standa ekki við alþjóðlega lagalega skuldbindingar til að taka á loftslagsmálum. Og það ýmsir grundvelli fyrir slíku málflutningi og í ljósi niðurstaðna vísindalegra rannsókna mikilvægi hvala fyrir lífríki og loftslag. Þá langar mig að spyrja hvort að ráðherra telji hættu á því að Ísland myndi þurfa að verjast slíkum málarekstri, haldi stjórnvöld til streitu þessu dekri sínu við hval EHF.
Fyrst bara takk fyrir allar brýningar yfirlýsta náttúruverndar sinna, það alltaf hressandi. Það sem við erum búin að vera að gera, eins og kom fram í mínum inngangi hér, það að safna áður óþekktum gögnum. Og það vegna þeirrar ákvörðunar minnar að framfari ítarlegra eftirlit með þessari grein en áður hefur verið gert. Svo það sé alveg á hreinu. Svo ég líka nefni það að þá tel ég afar mikilvægt að á grundvelli þeirra gagna sem nú eru komin fram þá sé hægt að ræða málið opinberlega. Og ég held að umræðan hvalveiðar hafi aldrei verið öflugri í samfélaginu heldur en akkúrat núna. Vegna þess að við sem samfélag þurfum að horfast í augu við það hvort að það samræmist okkar gildismati, okkar forgangsröðun og okkar sjálfsmynd að þessi atvinnurekstur sé stundaður. Það auðvitað eitthvað sem við verðum að ræða og ekki síst á vettvangi Alþingis. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að opna umræðuna og það hefur verið mitt framlag til þessa máls. Þingmaðurinn spyr líka það hvort að það sé unnt úr því að ekki sé hægt að kippa leyfinu tilbaka, hvort að unnt sé að takmarka verulega leyfið og skoða það með sérstöku móti, þar að segja leyfið sem að þá fyrir sumarið núna, fyrir næstkomandi veiðitímabil. Það auðvitað bara, við erum að skoða þetta allt. Við erum að skoða þetta allt í heild og við þurfum að gæta vel að hverju skrefi. Eins og ég sagði áðan, þá það auðvitað mikilvægt að stuðla að opinberri og almennri umræðu, hafa stefnu og skýra sín, en leið það þannig að sem betur fer að við búum í þannig samfélagi að ráðherrar aðhafast á grundvelli laga. Þú spurði líka loftslagsmálin og mér finnst það vera umræða sem að fer vaxandi, það að segja bara þekkingin á kolefnisbindingu hvala og yfirleitt á þeim sjónarmiðum sem lúta að lífríki sjávar og samspili við loftslagsmál. Bæði bindingu, kolefnislosun en ekki síður svo líka bara afleiðingar breytinga loftslags á vistkerfi sjávar. Af þessum sökum ein af þeim skýrslum sem ég að kalla eftir og varðar þessi mál. Það nýlega komin út grein á vegum sérfræðinga frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þessi mál sérstaklega. Þar sem að þessi svona loftslagssjónarmið eru borin að efnahagslegum sjónarmiðum og þetta svolítið nýr vinkill á umræðuna, að minnsta kosti hér heima, sem að ég held að eigi að rata inn í umræðuna í heild og ekki síst þess vegna þá hef ég kallað eftir þessari skýrslu sem vonandi verður til gagns. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég að gefa Bjarkey orðið. Góðan daginn á öll og takk fyrir inngangin og svörin ráðherra. Ég ætla nú bara að taka undir á þetta og fagna umræðinni og ég held að það dyljist nú engum að bæði ég og margir aðrir eru kannski ekki beint hlindir þessum veiðum en ég teku þetta undir það að það mikilvægt að vanda til verka áður en að teknar eru ákvarðanir sem að sannarlega geta verið íþyngjandi. En það hefur verið dálítið í umræðinni þetta með að skýrsla MAST að hún sé byggð á einhverjum svona matskendum atriðum eða fullyrðingar MAST þessar veiðar. Þrátt fyrir myndböndin hefur verið sagt að þær séu matskendar og ég spyr nú bara hvort að ráðherra geti dregið þá ályktun miðað við þau gögn sem hún þó hefur í höndunum. Síðan hefur nú líka aðeins verið í umræðinni annars konar veiðar og þetta hefur verið borið saman við eitt og annað og forstjóri þessa fyrirtæki sem ræðir var að gera það hér í sjónvarpsviðtali og velta því upp og ég bara spyr ráðherra hvort að hann telji að þessar veiðar séu til dæmis ólíkar einhverjum sportveiðum eins og við getum látið okkur þetta í hreindýraveiðar eða laxveiðar eða eitthvað slíkt. Ég ætla nú bara að hafa þetta stutt af því ég tel að stjórnarandstaða þurfi líka að fá meiri tíma kannski heldur en við hér, en takk. Takk fyrir, gjörðu svo vel. Kannski í fyrsta lagi þessi umræða þessi viðmið, hver þau eru og hversu áreiðanleg þau eru og það hefur komið fram í blaðagreinum að þau séu óljós og þau séu huglæg og jafnvel ekki byggð á öruggum grunni. Ég
get ekki tekið undir þau sjónarmið að eftirlitsskýrslan innihaldi matskennda fullyrðingar eða óljós eða huglæg viðmið. Það er farið mjög ítarlega yfir það í skýrslunni, þar að segja framkvæmd eftirlitsins í fyrsta lagi, grundvöll niðurstaðnanna og það er vísað til heimilda sem niðurstöðurnar byggja á. Eftirlitið og skráningin eru framkvæmd með mjög áreiðanlegum hætti og í samræmi við alþjóðleg viðmið og meðmæli sérfræðingaráðs NAMCO. Öll dýr sem að komu í land voru skoðuð af dýralækni með áratuga reynslu við skoðun á hvölum. Eftirlitsfólk Fiskistofu hafði allt farið á námskeið hjá NAMCO við eftirlit með hvalveiðum, auk þess sem myndböndin voru tekin upp og rýnd, sem tekin voru rýnd af dýralækni Matvælastofnunar sem skoðaði líka og bar saman við skýrslu eftirlitsdýralæknis í landi. Þannig að þetta gilti hvert einasta dýr. Eftirlitsþeginn síðan umrætt fyrirtæki fékk svo tækifæri til að kynna sér öll þessi gögn og koma á framfæri athugasemdum. Þannig að í skýrslunni er að finna allar þær athugasemdir og viðbrögð og svör Matvælastofnunar við athugasemdunum. Þannig ég tel að það sé ekki að finna hér brotalamir á þessu eftirliti eða gæðum þess mats sem að þarna er lagt á framkvæmdina. Varðandi síðan hvað er ólíkt með veiðum á þessum dýrum og öðrum veiðum, til dæmis sportveiðum á hreindýrum, og ég vil nú hvetja þingið sérstaklega til þess að ráðast einhver tíman á góðum degi þegar það umhægist í endurskoðun á lögum veiðar og vernd á villtum dýrum. Það væri bara almennt hressandi, það er ekki akkurat þessi nefnd en umhverfisnefnd sennilega og vonandi fer það nú að gerast. En munurinn þarna á er í fyrsta lagi sá að það leikur engin vafi á því hvort að unnt sé að stunda veiðar á öðrum dýrum þannig að markmiðum velferð dýra sé náð. Þessi vafi er uppi við veiðar á langreyðum og þess vegna hefur MAST vísað þessu álitamáli til fagráðs velferð dýra. Álitaefnið er í raun og veru það hvort að hægt sé að veiða þessi dýr við þessar erfiðu og flóknu aðstæður þannig að markmiðið náist. Hvalir eru langstærstu dýr jarðar og raunar stærstu dýr sem nokkur tíman hafa verið til á jarðunni, þannig að það er augljóslega mun erfiðara að aflífa þau heldur en önnur dýr og aðstæður á sjó getur verið flóknar, gert það að verkum að það er mjög krefjandi að hæfa dýrið og hvað hreindýraveiða varðar þá eru ákveðna kröfur hlaupvít sem að nota við veiðar, kröfur leiðsögumenn og svo framvegis sem að hafa það markmið að tryggja að aflíðun taki sem skemmstan tíma. Það er bannað að nota vasanhnífa eða spjót eða slíkt til að veiða hreindýr til dæmis og við erum bara að tala veiðar á allt öðrum grunni og í því liggur þessi grundvallarmunur. Takk fyrir þetta. Þá ætlum ég að gefa Sigurjóni Þórðarsyni orðið. Gjörðu svo vel. Já, ég þakka ráðherra fyrir. Það þarf nú vart að taka það fram að Flokkur fólksins telur að það sé ekki hægt að halda þessum veiðum áfram á óbreyttu, enda er það skýrt að það samræmast engan veginn markmiðum laga velferð dýra. Þess vegna kemur svo óvart að heyra hér ráðherra að hann ætli að láta bara málin dangla eitthvað og damla í stjórnsýslunni og þessi mál eigi bara að ganga til enda og þessi ferlari að fara til enda og vera síðan ekkert að grípa inn í málið. Það er ekkert mál hérna inn í þinginu eða sem að snýra því að breyta eitthvað þennan kúrs eða grípa inn í málið. Við verðum bara að horfast í augu við þessa skýrslu. Það kemur það skýrt fram að fjórðungur dýrana það þarf að skjóta þau oftar en einu sinni. Og ég tel það sé bara skýrt að hér þurfum við að grípa inn í og það kemur óvart bara að ráðherra leggja ekkert á borðið. Ég bjóst við að kæmi hérna mögulega einhver reglugerð til dæmis að menn væru ekki að elta dýr hér í mikilli veðurhæð eða koma eitthvað á móts við þetta. Því þetta gengur ekki svona og samræmast engan veginn þeim málflutningi sem að ráðherra hefur haft málið. Þannig að það væri svona ákaflega fróðlegt að fá hérna hvað er á borðinu og hvað er á döfinu hjá ráðherra. Takk fyrir það. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það.
Eins og ég fór yfir hérna áðan að þá eru ríkisstjórn Íslands bundin af þingræðinu og við förum að gildandi lögum í landinu og það væntanlega eru við þingmaðurinn sammála það að það fer ekki vel á því að ráðherrar fari öðruvísi með vald sitt heldur en í samræmi við það sem þingið hefur tekið ákvörðun Ég held að það sé afar mikilvæg grunnstoð lýðræðislegs samfélags að svo sé, að við eigum ekki að láta það viðgangast eða venjast í að það séu teknar ákvarðanir sem ekki örugglega byggðar á traustum lögmætum grunni og vísa því á bug að kalla það að láta málið dangla og damla í stjórnsýslunni þegar við erum að viða að okkur gögnum, fara í saumana á málinu, vanda alla málsmeðferð, gera þetta faglega og gera þetta vel og fara yfir þetta á hverju stigi þannig að sómi sé að og ég mun halda áfram að vinna í þeim anda. Það var kannski hægt að má taka það fram að hér eru mörg mál inni sem snúa strandveiðum þannig að það sé hægt að stöðva veiða bara þegar það komið eitt sporð fram yfir en síðan þegar það þetta mál og önnur mál sem snerta þá stærri í greininni þá bara kemur ekkert frá ráðherra. Var þetta spurning eða? Já, ég meina þetta er ekki samræmi í þessu. Ég ger ekki ráð fyrir að við verðum að ræða hér frumvarp strandveiða sem að eru... Nei, ég bara tala um það að þetta er ekki, það er bara allt stopp í ráðuneytinu þegar snýr að hvalveiðunum og það verðist ekkert vera á borðinu. Ég held að verði eitthvað kynning á okkur, reglugerð eða einhverju. Ég tel að ég sé búin að svara þingmannum. Takk. Takk fyrir það. Herðu, Þórunn, gjörðu svo vel. Takk formaður og takk matvælaráðherra fyrir að koma á opinn fund. Það er svona kannski tvennt sem að mig langar til þess að inna ráðherra betur eftir. Matvælaráðherra talar nauðsyn skýrrar stefnu og sýnar til framtíðar og ég skilða þannig að gagnaöflunin sem að ráðuneyti stendur í núna sé hluti af því að undirbyggja slíka sýn. En það í gildi reglugerð sem var undirrituð af Kristjáni Þór Júlíusinni 19. febrúar 2019 hvalveiðar og þar segir að það megi veiða í sumar 2023. Þannig að eiginlega fyrsta spurningin er sem sagt hyggst skilja það rétt að ráðherra hyggist ekki breyta reglugerð til þess að koma í veg fyrir veiðar í sumar. Næsta spurning er þá þessi, stefnir matvælaráðherra að því að skrifa nýja reglugerð og eða breyta ákvörðun fyrri ráðherra í upphafi árs 2024 og getum við treyst því að matvælaráðherra muni þá banna frekari hvalveiðar í lögsögu Íslands. Og svona aukaspurning, eins konar bónuspurning, hefur það aldrei hvarflað að ráðherra að láta reyna á vilja Alþingis til lagabreytinga þannig að ráðherran hafi skýra stoð í lögum til þess að binda enda á dráp hvala við Íslandsstrendur. Takk fyrir þetta, Þórunn. Þannig að yfir til ykkar, ráðherra. Já, spurning þingmannsins að hluta til var skild þeirri sem að kom frá Hönnu Katrínu hérna áðan þar að segja gildandi reglugerð sem að varðar þá næsta veiðitímabil og hvort að það komi til álita í fyrsta lagi að draga hana tilbaka og í öðru lagi að breyta skilyrðunum ef ég skildi þingmanni rétt, já. Og þá er það varðandi það að draga eða ógilda heimildina fyrir þetta sumar og þá tel ég sé búin að svara því. Hitt er rétt eins og öll önnur sjónarmið til skoðunar og ég verð bara að svara því með þeim hætti. Svari getur ekki verið meira afgerandi en svo á þessum tímapunkti. Og það sama gildir ákvörðun áframhaldandi veiðar sem að yrði þá útgáfa á nýrri reglugerð fyrir næsta tímabil sem að myndi þá hefjast 2024. Sú ákvörðun hefur ekki verið tekin.
Ég hef hins vegar sagt það að ég telji mjög mikilvægt að framfari opin og upplýst umræða, að við byggjum umræðuna á gögnum, að gögnin séu fyrirliggjandi ekki bara fyrir mig, fyrir ráðuneytið, heldur líka fyrir þingið, fyrir stjórnmálaflokkana, fyrir almenning, til þess að við horfumst í augu við þessa ákvörðun sem samfélag. Það er það sem að ég er að freista þess að gera og meira get ég ekki sagt næstu skref hvað það varðar. Það sama gildir lagabreytingar. Mér finnst í raun einsýnt, eiginlega óháð því hver niðurstaðan verður, eða hver næstu skref verða, eða framtíðin verður, að lög hvalveiðar eru barn síns tíma. Þau eru í raun og veru á skjön við svona almenna góða lagasetningu og nútímalega lagasetningu. Þannig að þau lög þarf að taka til endurskoðunar sama hvernig allt veltist og fer. Takk. Takk fyrir þetta. Þá er Teitur Björn næstur. Já, takk formaður og takk ráðherra fyrir komuna. Það er tvennt sem að ég vildi aðeins komin og staldra við. Fyrstulega snýra þessu viðmiði það hvenær markmið laga dýravelferð eru uppfyllt eða ekki, og seinna atriðið er framhaldið. Og varðandi fyrra atriðið þá er það þannig að MAST hefur sagt, og það kemur svo sem fram í skýrslunum að leiða á skýrslunni, að það er engin ákvæði í lögum velferð dýra sem hafa verið brotin. Það er nú mikilvægt að taka það fram. Og það er beitt bestu aðferðum með þær aðstæður sem að þættir eru beittu við veiðarnar. En MAST leggur það mat að út frá tölfræðinni sem að leiða má á skýrslunni að aflífun hafi tekið of langan tíma. Og þá erum við að horfa hér á tölfræði að 59% dýranna deyr samstundis, þegar að sambærileg rannsókn 2014 að segja 84%. Reyndar eru skiptar skoðanir fræðimanna á því hvort að þetta 59% hlutfall sé ekki eitthvað herra með við myndböndir sem líka fyrir, látum það líka milli hluta. En í lögum velferð dýra er almenna reglan sú að það ber að standa veiðum þannig að valda dýri sem minnstum sársauka og aflífun þegar það takir sem skemmstan tíma. Þar með sleppir viðmiðunum, almennum hlutlægum viðmiðunum, hvað það hægt að leggja til viðmiðunar hvort að þetta ákvæðis uppfyllt ekki. Og þá er spurningin á hverju byggir MAST það, veit ráðherrann það, eða ráðherrann sammála því að þetta er huglegt mat að þetta taki of langan tíma. Væri ásættanlegt, hvenær væri orðið ásættanlegt að þetta tæki, hvaða tími þarf til að þetta sé ásættanlegt, eða hvaða hlutfall dýra þarf að látast samstundis, er það 80%, 85%, það var það í skýrslunni 2014, er það 90%. Þetta er þetta huglæga mat sem er erfitt að eiga við og spyr ráðherrann aðeins nánar út í það, en það fylgir þá eftir, er það þá rétt skilið sem ráðherrann kom hér inn á að þetta er þá verkefni fagráðsins að reyna að finna einhvern hlutlægan, málefnalegan, mælikvarða til þess að setja þá væntanlega inn í lögin í framhaldinu, ef ég skil ráðherrann rétt, það hvað telst ásættanlegur tími í þessu. Og seinni spurningin snýr þá að framhaldinu. Það má leiða á skýrslunni að það er þörf á frekari rannsóknum. Það eru greinagerðir, sérgreinar dýralæknir sem segja sumt er óljóst hérna í þessu. Þetta rímar ekki alveg athuguna 2014, þannig að það blasir þá við að mínum mati að það þurfi þá frekari rannsóknir, frekari athuganir, hvað er það sem hægt er að gera til að ná betri árangri í þessu, betri þjálfun áhafnar, betri búnaður eins og eftirlitsaðilinn hefur tiltekið, skoðun ráðherra á þessu og mat á því hvað er að gera í framhaldi á þessari skýrslu. Takk. Takk fyrir það. Og yfir til þín ráðherra. Já, takk. Sko, kannski í fyrsta lagi varðandi tíman. Er þetta, hvað er ásættanlegt og hvað er óásættanlegt og er það einhvers konar
mat eða skoðun, kannski frekar. Þá því til að svara að við erum með þannig fyrirkomulag að skýrsla sem þessi skrifuð af eftirlitsstýralæknum MAST sem að hafa bæði menntun, sérfræðiþekkingu og þjálfun í að leggja mat á þætti sem lúta að velferð dýra. Það ekki skoðun, það mat sem byggir hér á staðrindum, það byggir á gögnum sem birtast í myndböndunum og þeim markmiðum sem lögum dýravelferð hafa. Við gætum snúið spurningunni við og spurt hvaða línur dregur hver fyrir sig, eða bara til dæmis þingmaðurinn sem spyr, hversu lengi ásættanlegt að hvalir þjáist, svo við teljum það ásættanlegt eða hvert fyrir sig, eða erum við með sem bara hugsandi fólk eða þingmenn eða löggjafarvald eða hvað það einhver viðmið í okkar kolli með það að við teljum eitthvað ásættanlegt í þessum tímamörkum. Þarna í raun og veru að ræða þessa sérþekkingu sem að liggur til grundvallar. Þingmaðurinn spyr verkefni fagráðsins, hvert það sé nákvæmlega núna. Og þá það verkefni sem að MAST hefur beint til fagráðsins fyrst og fremst það hvort að fyrirliggi þekking eða upplýsingar á aðferðum sem hægt sé að beita og jafnframt uppfylla markmiðsákvæðið velferð dýra. Það í raun og veru spurningin og yfir höfuð hægt að uppfylla þessi skilyrði. Það grundvallaratriði. Lög velferð dýra gilda hvali. Það skýrt kveðið á að lögin taki til hryggdýra því að stundum nú fólk að nefna fiska og í greinagerðinni með þessu frumvarpi sem síðan verða lögum að þá kemur fram að þau dýr sem eru hryggdýr eru öll spendýr og þar með talið sjávarspendýr og þannig að það mikilvægt að velferðar sjónarmiðin og það vill nú reynda svo til að lögum velferð dýra frumvarpi var til þá í mínu ráðuneyti umhverfisráðuneytinu og tekin var þá á þeim tímapunkti ákvörðun að sameina og samræma dýravelferðarlöggjöfina undir MAST og að framkvæmdin væri þar og það var mikil réttarbót á sínum tíma og þar með talið þetta markmiðsákvæði sjálfstæðan rétt dýra sem að ég held að sé mjög mikilvægt að haldið sé til haga. Takk fyrir þetta. Heyrðu, þá næsta mannandi sá Berglind og ég ætla að benda nefndarmönnum á að það nú farið að styttast í annan endan á fundinum þannig að ef menn geta verið svona hnitmiðaðir þá væri það vel þegið en Berglind, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta formaður og takk fyrir ráðherra Kjella að koma á fundin og ræða þetta mál og svara spurningum þetta mál sem hefur verið bara mikið í umræðunni bara undanfarna áratugi. Og verðist vera sem að margir ef ekki allir hafi skoðun á málinu. Ég var svolítið svona á svipum stað og kollegi minn hérna undan aðeins að spá í framtíðinni af því að ráðherra hefur þetta sagt og það skýrt að það ekki hægt að ógilda núgildandi veiðileyfi og þá höfum við þetta yfirstandandi veiðár til að taka samtali og ræða þetta og það gott að fá fram hvert hlutverk þessa fagráðs verður en við þetta byggjum allt okkar á sjálfbæri og skynsamlegri nýtingu náttúruauðlinda og veiðar á hvölum auðvitað byggðar á veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og ég aðeins að velta því fyrir mér hvort að það eigi að skoða líka ekki bara einhver viðmið og mat á hvort að við sem að uppfylla lögum dýravelferð heldur líka hvort að eigi að skoða áhrif á vistkerfin, umhverfis landið og hvort að það hafi einhver áhrif og hver þau áhrif eru að hætta hvalveiðum aðra að stofna í hafinu umhverfis Ísland og bara hvernig þessum rannsóknum munum við áfram og hvort að það sé líka eitthvað sem að faghópurinn að skoða. Takk. Kæra þakkir. Yfir til ykkar ráðherra. Já, takk. Stysta svarið við þessu já, við erum að huga að þessum vistkerfisáhrifum líka og loftslagsáhrifunum sem ég var að nefna með því að óska eftir sérstakri skýrslu þau mál. Það verður hins vegar ekki klárað í einni skýrslu, það alveg á hreinu og við erum að þessu tilefni gefnu og fjölmörgum öðrum
að auka í fjármálaáætlun fjármögnun til Hafró til þess að auka á þessa vistkerfisþekkingu á lífríki sjávar og þar með talið þetta áhrifum hvala. Þannig að þetta undir bæði gagnvart Hafró en líka í þessari skýrslu sem við erum að byggja. Kærar þakkir. Nú, þá næstu Friðjón. Gjörðu svo vel. Já, kærar þakkir fyrir komuna öll, ráðherra og ráðherrastarfsmenn. Mig langar til að spyrja aðeins meira þessar skýrslur sem hún sagði upp að við myndist líka á núna í síðasta svari, en kannski sérstaklega svona hvert umfang skýrslunar efnahagslega áhrif verður. Við munum það 2014 þegar að stór söluaðili á íslensku fiski lýsti yfir að fyrirtæki myndi hætta viðskiptum við íslensk fyrirtæki sem tengjast hvalveiðum. En við munum líka eftir skýrslunni sem kom 2016 sem að mig minnir að hafa verið eftir beiðni frá ráðherra. Það sem kom fram að það var ekki teljanlega efnahagsleg áhrif. Við erum kannski aðeins á breyttum tímum núna, það eru meiri svona áhrif samfélagsmiðla og hlutinni geta gert kannski enn hraðar en 2016. En bara mér langar til að spyrja að dýpka þess þekking, bara svona tímalínu og líka bara hvert umfang þessar efnahagslegu skýrslu getur orðið. Já, takk fyrir það. Gjörðu svo vel. Takk. Sko eins og kemur fram í spurningu þingmannsins að þá ræðist auðvitað svona skýrsla dálítið af þeim af skilgreiningunni á verkefninu, þar að segja beiðni ráðuneytisins til viðkomandi hagfræðings eða stofnunar eða hvað það að því varðar þessa úttekt. Það hægt að skoða þetta frá mjög mörgum sjónarmiðum og hér síðast að talað samspil kolefnisbindingar og efnahagsspurninga. Við okkur tíðrætt áhrif á ferðaþjónustu, við höfum líka talað áhrif á útflutningshagsmuni. Margt af þessu talandi matskennda þætti býsna matskennt að átta sig á því hvernig þetta samspil en það sem að við höfum verið að biðja í þessari ósk til þess aðila sem að taka þetta saman að reyna að halda sig við mjög svona, hvað ég segja, skýrar og afmarkaðar spurningar sem að lúta að svona beinum efnahagslegum hagsmunum. Þannig að þetta ekki enn ein stór skýrslan efnahagsleg áhrif, enda það eiginlega, gæti það bara verið mjög stórt og víðtækt umfjöllunarefni, vegna þess að við leggjum á það áherslu að við höfum þetta inn í þeim potti sem við höfum til skoðunar þegar við erum að skoða þessi áhrif frá sem flestum hliðum, þannig að þetta ætti að liggja fyrir ekki síðar en snemma í haust. Takk fyrir þetta og síðastur Þórarinn Ingi Pétursson. Já, takk formaður og takk ráðherra til að koma hérna til okkur. Ég vil bara taka það fram hér í upphafi að ég kannski einn af þeim fáu hér inni sem yfirlýstur hvað það var að vera hlindur hvalveiðum en það annað mál. En aftur á móti mjög mikilvægt í þessu samhengi að þá þegar það veiðar ef þær eiga að fara fram að þá fara það fram með skynsamlegum hætti og þannig að dauðastríði taki sem stystan tíma. En þá langar mig að koma inn á hæfni veiðimanna, hvað þetta varðar. Og þá var hér rætt veiðar á öðrum villtum spendýrum, til dæmis eins og hreindýrum. Til dæmis ef þú ferð á hreindýr þá þarft að undirgangast ákveðið próf. Þú þarft að hafa ákveðna hæfni. Og mér finnst það hafa skort í þessari umræðu sem að hér ræðir að hver hæfni þeirra sem stunda þessar veiðar, hver hún undir hvað þurfa menn að fara, undirgangast engin próf eða þess að vissulega þetta mjög krefjandi og erfiðar aðstæður að veiða gríðarstór spendýr á hafi úti og því langar mig bara að spyrja hvort að það hafi ekki komið upp í þessari umræðu að þeir veiðimenn sem þessa stunda að þeir undirgangist ákveðnar hæfniskröfur og ákveðin próf áður en haldið til veiða. Takk. Já, takk fyrir þetta.
það rétt sem að þingmaðurinn veltir upp að þetta skiptir mjög miklu máli sem hluti af þeim, hvað ég að segja, sem hluti af þeirri umgjörð sem að starfsemin í, það að segja hversu færir eru veiðmennir, hversu þjálfaðir eru þeir. Og þetta eitt af því sem að fagráðið tekur til skoðunar. Er þarna hægt að gera betur innan gæsalappa? Er hægt að þjálfa betur? Er hægt að tryggja hæfnina betur? Er hægt að tryggja ennþá fleiri námskeið og betri grunn? Og þannig ég gerir ráð fyrir að fagráðið leggi mat á þetta sérstaklega í bland við annað. En mér langar kannski aðeins formaður að því að mér var fótaskortur á tungunni áðan varðandi hryggdýr og sjávarspendýr. Bakgrunnur minn í málfræði en ekki líffræði, þannig að þetta var orðið eitthvað mjög svona flókin dýrafræði. En sko varðandi það að sko gildissvið lagana velferð dýra, að þá kemur fram að í 2. grein lagana lögin taka ekki til hefðbundinna veiða og föngunar á villtum fiski, þó að fiskur sé sannarlega hryggdýr. Og með hliðsjón af því að hvalir eru sjávarspendýr en ekki fiskar og skýru orðalagi lagana, að þá telur ráðuneytið og við algjörlega skýrt ef hort til lögskýringagagna að lögum velferð dýra gilda hvali, enda heyri ég engan ágreiningu það á þessum fundi hér. Kærar þakkir fyrir þetta. Við erum bara akkurat hér á tíma, þannig að ég vil bara þakka matvælaráðherra og öðrum gestum sérstaklega fyrir komuna og afar gagnlegar og góðar umræður og segi fundi slitið.